stórt tap fyrir Danmörku í dag. Þetta var, maður mætti ætla svolítið harkaleg lending fyrir þína drengi. Já, ég meina við vissum það að Danirnir eru vantarlega með langsterkasta liðið í U16 og ég meina þeir eru bara þrælgóðir. Ég meina minnsti maðurinn hjá þeim er álíka stór og hæsti maðurinn okkar í byrjunarliðinu og þeir gerðu fjandi vel. Ég meina við hittum ekki neitt og vorum svolítið út úr einhvern veginn okkar rytma meðan við í gær. Varnarleikurinn var lélegur og sóknarleikurinn ennþá lélegri og það var bara eitthvað svona skita. Þriði leikurinn ykkar hérna, fyrstu tveir leikirnir mjög flottir hjá okkur, bara duglegir og ákafir á vellinum. Það var svona eins og Danirnir í dag hefðu svolítið svona matchað þessi ákefð bara strax í byrjun. Já, það er rosa hæð í þessu danska liði og það er bara tölvöld gæði og þetta er rosa flotti strákar og við mötum að spila á móti þeim að EM líka og við ætlum okkur að gera betur og við ætlum að vera í 50-50 leikum á móti þeim þar. Svo ég kom að harkaleg lending fyrir 16 ára drengina í þessum leik. Hvernig er framhaldið? Hvernig tútar það aftur í gang eftir svona tap? Ég held að það sé ekkert erfitt. Menn vita alveg að menn átta ekki sem besta leik og vita alveg að Danirnir eru góðir og allt það. Við erum alveg samfara það að við getum gert miklu betur. Við spiluðum seinni hálfleiki miklu betur heldur en fyrri hálfleikin og það var svona jákvætt og við sýndum að við getum alveg spilað á móti þeim á mörgum köflum í leiknum. En ég meina, við mætum bara eistum á morgun og ég held að við verðum bara klárið það.